Velkomin í jólastofuna. Nú hann sestur hérna hjá mér, hann Gunnar Sigurjónsson, sóknarprestur í Digraneskirkju. Við höldum áfram að kynna okkur fjölbreytt starf sem þetta frábæra fólk að vinna hérna í kirkjunni. Þú ert nú að gera svona ýmislegt, hvað maður segja, óvanalegt, það ekki hjá þér? Segðu okkur aðeins fyrst frá þér, hver Gunnar Sigurjónsson? Hvað er ég þá að byrja að enda? Já, ok, þú varst að segja mér hérna áðan, þú varst að koma frá Ástralíu, byrjum bara þar. Byrja í Ástralíu? Já, byrjum í Ástralíu. Já, við fyrir 2 ára síðan, ég reyndar í nokkrum svona félagasamtökum, ef við getum sagt sem svo, og eitt af því er IFMR, það er International Fellowship of Motorcycling Rotarians, það er rosalega lofna, þess vegna bara skamstað IFMR. Og þetta eru semst Rotary-menn út allan heim, sem eiga það sameiginlegt að vera semst hjólamenn, kallar og konur. Og fyrir 2 árum síðan þá kom tilboð, það er alltaf verið að bjóða upp á túra á ýmsum stöðum í heiminum. Og þá kom tilboð það að nú ætluðu Ástralíur að standa fyrir semst mótjólaferð. Og kona mín tilkynnti mér það bara strax að við værum semst að fara. Þannig að við erum búin að hafa 2 ár til þess að undirbúa okkur fyrir það. Við værum að semst að fara til Ástralíu og leggja fyrir og segja upp svona áskrift af þessu einu og leggja fyrir þannig að við erum tilbúin í þetta. Og náttúrulega mikill kostur vegna þess að þegar bara það opnaði fyrir að maður geti keypt flugfarið, að þá bara vorum við komin, sko, þannig að við fengum þetta mjög dýrt. En allavega þá fórum við þarna til Ástralíu og hjóluðum sem sagt ásamt öðrum Rotary-mönnum í 16 daga. Þannig að við bættum reynda við túrin, við vorum einhverja daga í Singapore á leiðinni og því maður kemst ekki bara beina leið, sko, Nei, þetta er ansi langt. Þetta er ansi langt. Og svo vorum við á Nýja-Sjálandi, fór í Hobbiton og svona. Er það bara alveg eins og Ísland, bara hinum meina? Já, nema bara að það er hlýra. Þeir eru með eldfjöll og jökla og bara, það er alveg yndislegt. Já. Voru það hjóla þar líka? Nei, við leiðum okkur bíl þar, en við hjóluðum í Ástralíu og þarna vorum frá 25 hjólum og upp í 50. Ástralinni komum svona inn eftir því sem við kerðum kannski eitthvað og svo kom einhverjir inn sem að hjóluðu með okkur kannski 1 eða 2 daga eða jafnvel meira og svo hættu þeir og hjólu fóru bara heim til sín og þá komu kannski einhverjir aðrir inn þannig að við vorum alveg frá 25 sem tóku allan rúndinn, sko, og upp í 50, þannig að þetta er svolítið mikill hópur, sko. Þannig að þú kemur inn á veitingastað, þú tekur hann bara yfir. Já, það þarf eiginlega bara að hringja á undan sér. Já, það var nú gert. Það voru reyndar nokkrar undantekningar, sko, þannig að maður kom hann allt í hennu bara fullt af einhverjum bækurum inn á einhver kaffihússkil og það fóru bara allir aðeins. Svo er það ekki bara, ég er prestur. Nei, ég var veikt að hugsa það sérstaklega. En þetta var æðislegt. Kona mín alveg, ég er nýbúin að vera giftur konu mín í meira en 30 ár. Og maður heldur nú svona á 30 árum að síðan maður farin að þekkja maka sín svolítið vel, sko. Mögulega, já, maður ætti, þú veist, alltaf forsendur þetta verið til staðar, sko. Ég hugsaði með mig bara á degi 3, sko, byrju, hver er þessi kona? Hvað er hún þóra mín? Hún er bara hardcore bækar. Já. En er ekki óvanalegt, sem maður segir, svona ímyndin af presti að vera svo mótuhjóla töffari? Er þetta algengt hérna á Íslandi? En þetta er ekki algengt. Nei. Ertu einn þetta? Nei, ég veit einn annan. Já, þess að við veitum einn annan. Já, veitum einn annan. Sem er að hjóla, sko. Já. Og það er hann Gísli Gunnarsson í Glömbæ. En þú ert búin að vera að standa fyrir svona mótuhjóla messum. Getur þú sagt okkur aðeins frá það? Já, það er það byrjaði nú bara óskup einfallega með því að ég var spurður að því hvort að þetta væri ekki hægt og það var svona bara vinir mínir í hjólaheiminum sem að sko fannst vantar svolítið upp á svona atburði í hjólaheiminum. Það er ekkert mjög margir en þeim hefur nú fjölgað verulega núna síðustu árum. En það var ekkert mikið á þessu tíma, menn það var landsmótið og svo svona einstaka rönn, sko, hjá einstaka klúbb og svona. Harley Davidson klúbburinn hafði staðið fyrir svona ákveðnum uppákomum. Og ég var alveg til í það, sko. Og við settum upp svona mótjólamessu, en ég hugsaði strax, ég þarf að hugsa þetta svolítið til enda og þannig að andrúmið þyrfti nú að vera svona svolítið í kringu þá menningu sem ég þekki sjálfur til.
Þannig að ég ekki viss að það dugi að vera með bakk og búksti úti, sko. Þannig að við tókum bara þá stefnu strax að tónlistin myndi vera öðruvísi, andrúmið myndi vera svolítið öðruvísi og ég myndi ekki tala sem sagt kirkjumál. Og ég myndi nálgast bara hópinn bara eins og ég vanur að nálgast þau bara í kringum aðra aðstæður, sko. Og þetta byrjaði smátt og þetta orðið á stofnun bara í dag. Þetta alltaf á sama deginum, annan í Hvítasunnu, alltaf kvöldið, en þetta orðið alveg sko heilstags sko atburður og klúbbarnir skiptast á að steikja vöfflur hérna inn í eldhúsinu og ég þarf að ráðstafa því þannig að sko ég bara spyr í messunni sig hverju ætla að taka sér næst, ég ráðstafa 3 árum fram í tíma af því að það bara ok, nei þið getið ekki við, það búið að sko næsta ári komið skilju, allir þið þá að taka þar næsta ár sko og þá réttir upp, já við ætlum að taka árið eftir það, þannig að ég bara komið með langt fram í tíma. Og allir velkomnir í SMS eða verður maður að vera á hjóli? Sko, verður maður að vera töffari? Já, töffari, við bara sko, ég held að við séum svona mestuleiti næstum því eins og venjulegt fólk. Næstum því. Já. En jú, sjálfur sér, ég vil ekki að þetta verði að eitthvað sko, að fólk komi til að sjá að því sirkusinn er komin í bæinn. Nei, já, það vil ég ekki, en þetta fyrir hjólafólk. Sjálfsögðu bara eins og með alla atburði sem innan kirkjunar skilur að þetta ekki kyrþeysathöfn sko, þannig að það ég loka ekki að neitt, en bílar eru reknir í burtu. Já, ok. En það þetta hringi vin sem er kannski í mótölum og spyrja hvort maður ef maður hefur áhuga á það. Ég menna þú mátt koma. Já. Menna með sér að koma á reiðhjólum sko. Já. How low can you go? Sko. Og svona lítið mótor á. Þau eru komið sem með svona rafmagnsmótor og svo. Já. En hvað þú hefur farið með þetta í Viking til Pennsylvania, heyrði ég. Já, sko, konseptið orðið þannig að sko, ég gerir samning við hann Þórði í grillhúsinu. Hún leist nú ekki á þetta í byrjun en svo bara, þú veist, hann all in sko núna og það var þannig að það bara þennan eina dag að þá seldur hamborgari sem heitir Kraftaklerkur. Bara þennan eina dag, hann aldrei seldur í annan tíma sko. Og það ekkert, ég sagði við Þór sko þegar vorum að ræða þetta fyrst skipti sko, það dugar ekkert fyrir mig eitthvað svona ágóða kjaftaði skilur. Það bara virkar ekki. Ef að hamborgarinn kostar 1800 kall, þá setur þú 1800 kall í Grensás. Já. Og hann var svona pínu hikandi byrjun, en svo bara, hann all in, sko. Já, frábært. Og sniglarnir jafnaða. Já. Þannig að það þýðir að þú ferð þarna inn á, þeir eru á 3 stöðum, sko. Og Korsununduborgarnesi eða Tryggugötu eða Sprengisandi, að þá bara kaupir þú þig þennan rétt og þessi peningu fer bara beint til Grensás. Og það tvöfaldast. Af því að sniglarnir jafnaði. Og við fórum með yfir 500.000 inn á Grensás bara út af mótörumessu. Og þetta alltaf annan í Hvítasunnu? Alltaf annan í Hvítasunnu, alltaf á mánudeginum. Byrjar reynda með tónleikum klukkan 7. Já, þannig þó maður mætir ekki í messuna, þá getur maður farið á grillhús. Já, það getur allir stýrt málefni, sko, ekki máli. En þú eru bara í þetta Kraftaklerki. Já, Kraftaklerki, en hvað á honum? Hann hefur svolítið breyst, sko. Það var í hitti fyrir að það var að þannig að mönnum fannst að horfðu minn og ég var búin að vera mjög veikur sjálfur, misti mikið hold og menn höfðu þá orði í messunni að þeim fannst Kraftaklerkurinn heldur rýr þetta árið og það átti við okkur báða, hamborgaran og mig. Svo lesum við Þórður töluðu saman og hann sagði ég ætla að hafa hann feitan, ég skal þykja hann. En segðu okkur eins frá þegar þið fóruð til Pennsylvania? Já, það var nú bara þannig að ég á 2 ára fresti að þá ég þáttakandi í rannsóknarverkefni sem hérna på Íslandi og það koma pressefni frá Bandaríkjunum sem að koma hérna til þess að stúdera íslensku þjóðkirkjuna og fara með mér mjög víða og einn af þeim nemum sem að þá var orðinn bara ráðsettur prestur í Pennsylvania, hann vissi af þessu og hafði fylgst með þessu í fjarlægð. Ég hafði sett messuna út bara live stream á netið og af því hann vissi af því að þá fylgdist það með þessu og hann hugsaði með sér, sko, hann í umhverfi sem alveg fullt af hjólafólki og þessi menning þar. Já. Þannig að hann hugsaði með sér, ok, ég vil bjóða mínu fólki upp á þetta. Svo hann hafði samband og spurði hvort að ég væri til í að koma og setja þetta upp. Og hugmyndafræði mótjólumessunar myndi verða sett upp í Pennsylvania. Og
og síðan var hann að tala um að hann vildi hafa þennan prestinn og hinn prestinn og biskupinn alltaf að koma og eitthvað svona og ég segi, ok, eitt grundvallaratriði, það er enginn að þjóna í þessari messu nema þessi bækar. Ok, og þá náttúrulega bara, þá bara fóru þeir á bekkina. Þeir máttu alveg vera með, sko, en það þjónar enginn nema þessi bækar. All right, og það fór í gang og það mættu þarna fullt af klúbbum. Og bara helmingurinn af kirkjunni var sko kirkjufólkið og hinn helmingurinn var svona sett hjólafólk. Og maður sá alveg sko það var bara gangurinn á milli. Maður sér alveg hvað fólk velur að sýta. Þú sækjast séru líkir, þannig að það splittaðist bara. Og þannig var sem sagt þannig og hún fór bara í gang. Sóknarpresturinn á staðnum baði mig um að leiða þetta sem ég og gerði og ég komst að því eftir á, hann er sem sagt doktor í helgiséðafræðum og hann fór fram á það við biskupinn að halda mér eftir að ég myndi vera sem sagt í 6 mánuði þegar myndi þjóna þarna, ég gerði það ekki. Ég fæ aldrei leyfi og biskupinn þess að gera það. Bara hverfa til Ameríku. Í 6 mánuði. Það samt kannski verið svolítið gaman. Já, vissulega. En ég meina, þá maður eiginlega bara farinn. Sko. Já. En það er sem sagt ekki bara hjóla, mótuhjólamessur, það er líka, kirkjudagur aldraðra bíla, var það ekki eitthvað? Já, sko, það gerðist nú allir það ekki verið á 8. eða 9. áratugnum. Nú er byrjað að fyrnast yfir, sko. Þá er það Pétur Sigurgeirsson biskup. Og uppstigingadagur hafði farið svolítið, hann var eiginlega orðið lítið sóttur sem kirkjudagur eða messudagur og hann gerði þá breytingu að uppstigingadagur var það kirkjudegi aldraðra. Já. Og þannig er hann haldinn allt land, sko. Og ég meina, til dæmis í Kópavogi þá er haldinn messa þar sem að kór aldraðra í Kópavogi syngur söngvinir og svona. Það er sett upp svona svolítið gamaldags messa, sko, og svona fyrir þetta públikum og allt í góðu lagi með það og ég ákvað að stíga skrefinu lengra því að fornbílaklúbburinn hafði samband við mig og þeir náttúrulega vissu á mótjólamessunni og spurðu hvort ég væri til í að gera eitthvað svona svipað fyrir þau. Og ég sagði, ég er líka fornbílamaður, sko, og á 67 Camaro, sko, þannig að ég hugsaði mig, ok, ég er alveg til í þetta. Og við gerðum þetta, en hún er allt öðruvísi. Það er svona 60s, 70s, svona 7., 8. áratugurinn, sko, þar sem við erum með, sko, tónlist Elli Vilhjálm, svona þessi stef, sko, Heyr mína bæn og allt þetta, sko. Þetta er svona svolítið melló. Einar Klásin hefur leitt þetta ásamt henni Sólveigu Sigríði, organistana mína, að þau halda þessu bara alveg uppi, sko, hann syngur áfram veginn, ökuljóði, og allir fór gæsa, alveg bara. Þannig að þá koma menn með bílana sína, raða þeim hann út á bílaplani, ég er svo heppinn að hafa svona stórt og mikið bílaplan. Þá er bílunum bara raðið upp og svo er bara messan og svo fara menn bara að fá menn kaffi sem bílaklúbburinn býður upp á, kaffi og með því og menn geta farið og skoða bílana og fengið söguna og hver átti þennan og hvaðan þetta var og eitthvað svona skilur bara, þetta er bara svona samfélag og bara alveg æðislegt, það er allir velkomin í það líka. Og hvað er næsta döfinni þá? Í Digranesskirkju, til dæmis? Jól. Já. Það er kortir í jól, sko. Það er kortir í jól. En ég er svo mótjólamess að sé nú kannski með það er stærsti viðburðin í Digranesskirkju. Já. Það er stærri en jólin. En þú ert auðvitað bara að sinna jólunum, þú verður að fulla vinna. Já. Hvernig verður jólin þá hjá þér? Mér persónulega? Já, nú afmæli og aðfangadag. Nú? Þannig að við höfum nú haldið upp á þetta saman, ég og Jesús svolítið lengi, sko. En þú hefur aldrei fengið afmælisgjafir? Jú. Þetta er algjör forréttindi. Já. Elska mín. Það er sko, allir sem hugsa einmitt, sko, auminginn og ræðvillin, þessi barn og unglingur, sko, auminginn og ræðvillin, færði engar afmælisgjafir. Það er fyrir fjórfalt. Nei, ég bara, þú veist, ef ég bara hugsa út í það, skilur, þá er það nú einfallega þannig að vinir mínir sem áttu afmæli á sumrin, þeir fengu, sko, mjúka pakka alveg í hrönnum, sko, og svo fengu kannski harðan pakka líka. En ég fæ alveg 50-50, sko, þú veist.
Þannig að þetta hefur reynst þér vel að kannski vera ekki í jólabarn. dag, en Þannig að þú ert jólabarn. sem sagt. já, ég skal viðurkenna það, það var á tímabili sem að ég var ekki alveg svona í þessu jólastuði sem að maður fann allt í kringu sig, sko. Nei. Og eins og margir þekkja þá fylgir líka þessu annríki öllu saman getur fyllt svona pínlítið debbur, sko. En mér tókst nú alveg að vinna mig fram hjá því. Ég er alveg ógulega mikið jólabarn í dag, sko. Og elska að upplifa jólinni kringum börnin og alla sem í kringum eru, sko. Tala ekki sko, þau sem kom í kirkjuna, þetta er náttúrulega allt annað andrúm. Þetta gerist bara einu svona ári, skilju, og ok, leyfum okkur þá bara vera þar, skilju, bara í augnablikinu. Það er mjög góð punktur og ég held að við ættum bara að láta þetta vera loka orðin í dag Leifum okkur bara svolítið að vera þar í augnablikinu jólin og njóta þess. Þau koma, já. Skilju, það er ekkert sem við getum gert til að stoppa það. Nei, það er satt.